þetta rosalega framandi heimur fyrir þann sem aldrei hefur farið inn til Vinnumálastofnunar og mér datt aldrei í hug að þetta yrði svona langur tími að eftirtekjan yrði svona lítil. Mér finnst ofta að ég sé raunverulega ekki gjaldgeng af því ég ekki að vinna, að það að vera á launum hjá Vinnumálastofnun þá ertu orðin annars flokks þjóðfélagsþegn. Í haust þegar ég fór í Smáralindina og var bara að skoða og ég fór af ásettu ráði eftir vinnudag og svo kem ég og ég geng fram á hóp kvenna og þær heilsa og segja, já, gaman að sjá þig og allt þetta og svo segir ein, hvað ertu að gera? Og ég segi, ég að skoða eins og þið. Ég var ákveðin í því að falla ekki í gildruna, ég að leita vinnu, ég á milli vinnu, vegna þess að spurningin var, við hvað vinnur? Við erum dæmd af stöð okkar af vinnumarkaði. Ef ég vaki of lengi, að þá vakna draugarnir. Það svo mikilvægt að hafa sólarhringinn í skorðum. Draugarnir vakna við miðnætti, en þeir nenna aldrei á fætur með mér á morgnana. En þegar ég hef dottið í það að vaka og vera að drolla, að þá bara svo skrítið að svona, já, miðnætti, að þá fyrir þetta að koma, það svarar mér enginn, ég með 7 útistandandi og ekki verið boðið í viðtal, þarna hafa þeir örugglega hringt í einhvern og hann sagði, þessar hugsanir, þær komast ekki á daginn. Sumir impráði við mig, aðrir hafa gert það einu sem ekki þorað aftur. Þeir segja hreint og beint, ertu bara ekki of kröfuhörð? Ertu ekki bara að afneita vinnu sem þú gætir fengið af því að þú vilt vera einhver svona og svona? Þetta rosalega sárt þegar þú ert búin að sækja 300-400 störf og þér hefur aldrei verið boðin vinna. Hversu pikki getur maður verið? Þegar að mér var sagt að ég væri að fá vinnu og ég mætti bara ekki segja frá því, þá var ég stödd út á götu, ég tek símann út á götu og ég geri örugglega eitthvað þegar stinga honum niður í töskur, hreyfi mig eitthvað, því að kona gengur framhjá og segir, get ég aðstoðið þig, eitthvað að? Og ég segi, nei, takk fyrir, þetta allt í lagi, ég bara dálítið glöð og hún horfir á mig og ég hugsaði, kannski voru þetta ekki gleði tilburðir hjá mér, en ég hef líkast til sett hendurnar upp. Það var svona krampakend viðbrögð konu á 60 aldri.